Já, komið þið sælir kæra áhorfendur og verið hjartanlega velkomin með okkur í beina útsendingu frá úrslitaviðureign Íslandsmót Símans í netskák. Í kvöld mæta stórmeistarinn Vignir Vatnar Stefánsson og fítimeistarinn Símon Þórðarson í tíuskák-EM Íslandsmeistaratitilinn í netskák. Ég heiti Björn Jóhann Karlsson og með mér í kvöld eins og áður sérfræðingurinn Ingvar Þór Jónasson. Velkomin til leiks, Ingvar. Vá, sérfræðingur. Já, sérfræðingur. Það er búið að hækka í Það fræðum við til. Já. Jæja, þetta verður vonandi gaman. Stórmeistarapaninn Símon mætir Íslandsmeistarinn Vignir Vatnar. Flestir eiga kannski vona á því að Vignir vinni en Símon hefur betur frá sér. Heldur betur. Sko, ef við lítum aðeins á tölfræðina, veðbankarnir trúa á Vigni, lengjan setur stuðulinn 1,05. Glæsilegt. Sjá þetta display hérna. Glæsilegt. Glæsilegt, sko. En 5,07 á Símon. Já. Það bendir til þess að Vignir sé mjög líklegur. Leið þeirra í úrslitin, Vignir hefur farið svona nokkuð þægilega í gegnum mótið. Hann lagði Alexander Dómaldsökuvelli 3,5. Já. Hann lagði fítimeistarinn Ingvar Þór Jóhannesson. Já, áttum okkur á því að þessi úrslit gefi ekki rétt að mynda þróun mála í skákunum, en 3,5, það er rétt. Það er rétt. Svo vann hann Helga Skeiðarsson í undanúrslitum 3,5, 1,5. Símon byrjaði að vinna bárð, naumlega 4,5, 3,5. Já, svona skemmtilegt ef við sviftinga samt og kannski svona gáðum smá sjálfströst, við þetta ekki. Mitt. Svo vann hann Jóhann Hjartarson nokkuð óvænt í 8-manúrslitum 4,3. Já. Og kemur svo heldur betur ávart að vinna Braga Þorfinnsson 4,1 í undanúrslitum. Heldur betur, það kom okkur eiginlega bara í opna skjöldu. Já. Eftir góðan árangur Braga í einvígi við Björn og í deildarkeppninni. Algjörlega. Og Símon hefur verið kraftmikill í þessu móti. Hann hefur nýtt tækifærin sem vel. Hann er búinn að vera góður á klukkunni líka. Já, tók eftir því síðast sérstaklega. Já. Virkilega öflugur. En þetta er úrslitaviðureign Íslandsmót Símans og það er örlítið frábrugðið fyrirkomulagið í kvöld með við fyrir kvöldin þeir tefla 10 skákir eða alltaf 10 skákum. Ef með það þarf 5,5 til að vinna. Emitt, 5,5 en ekki 3,5 eins og áður. Tímamörkin eru þau sömu, 3 mínútur pluss 2 sekundur og verði jafnt 5-5 þá verður greipið til auka skáka þangað til að annar vinnur. Já. En hverju getum við áttu von á svona í þessu einvíi við miðað við hvað hefur gengið á hjá þessum keppendum áður í keppni? Hvað heldur að við getum séð hér í kvöld? Sko, ef Vignir lendir ekki í mótlæti þá held ég að flestir ég vona því bara að Vignir vinnir nokkuð auðvitað og ekkert skrítið við það. Bara virkilega vel gert hjá Símon að komast í þessu úrslit þannig að eiginlega allt umfram það er eiginlega bónus. Maður eiginlega heldur smá með Símoni til að fá svona kannski smá spennu í þetta. En gleymið því ekki, það er ekki langt síðan að Símon var með svona smá tak á Vigni. Hann vann hann held ég að mótum Le Coq-mótinu og einhver netskák. Já, Title Tuesday. Title Tuesday, alveg rétt, hárrétt. Já, vel með það. Þannig að það tók svolítið á svona sáluna hjá Vigni og ég man að svo mættist þau reyndar í fyrra hérna á Símon Invitational ef ég maður rétt og þá náði Vigni svona losa sig við gríluna þannig að spurning hvort að það svona spilaði þess inn í og geti hjálpað Vigni, ég veit það ekki. Einmitt, já, Vignir hefur stundum átt svona einhverja kryptonít andstæðinga. Já. Menn sem að eru kannski lakar en hann á pappírunum en hafa náð á hannum punktum svona inn á milli. Tengi, ég var það lengi en svo losaði hann gríluna helviti á hannum. Já, Símon hefur verið einn af þessum mönnum og það er einmitt máli að við sáum það í fyrra í einvíi Vignis og Hannesar. Já. Hannes vann það öryggi og það kom svolítið óvart. Vignir komst einhvern veginn aldrei almennilega inn í það einvíi. Nei. Og það er kannski það sem að við erum að horfa í að ef að Símon byrjar að krafti. Já, þannig að hann byrja, þeir eru byrjar. Já, þeir eru byrjar. Ég hafði D4 í fyrsta leik hjá Miðgarðsormi, Símon Þórðarson. Við eiginlega höldum svolítið með því að Símon byrji vel. Já, einmitt. Og við sjáum hérna fyrir aftan Símon, hann er búinn að skreita fyrir jólin, fyrst fundar í aðvendu. Heldur betur, vel gert. Ég rána með þetta, þetta er svona í hvítri skyrtu, tóna vel við bakgrunnin, ekki svona menn mætótt svona, þú veist, einhverju lýraból og svona nývaknaður. Nei, þetta er framlega gert. Vel gert á Símoni. Og Vignir eins og áður auðvitað dressaður í sitt uniform, merktur sínum styrktaraðala og við bendum á það að styrktaraðalar þessar útsendingar eru lengjan ljósleiðin í Símon og sjálfsögðu Collab. Já. En það er Katalan sem kom upp þarna. Þetta þekkist hjá Vignir með báðum litum. Og Vignir
lék hann að síðast BF5, Já, það var svona smá gildra, hvítur mátt ekki drepa á B5 þar sem að hrókurinn á A1 þá onni. einmitt þá opnast alínan Hefur ekki tíma til að bregðast við árásin á drottninguna. og Vignir þá kemur þessum hvítrættabiskup út sem nú oft svona akkilesar hæll svörtu stöðunar í Katalan. Það Já. þessi hvítrættabiskup. Þessir H6 byggleikir, það hafa svolítið verið að, já, hvað var að segja, reyða sér til rúms í svona alls konar byrjunum. Það menn svona Já, leika svona alls konar byggleikjum bara til að fá svona aðeins öðruvísi blæðbreið oft í stöðunar. einmitt. Það er ofta ekkert meiri hugmynd en það. Rittari C6 síðast hjá Vigni og það er Símon sem er leikuleikur hróku D1. Þetta er bara báðir hratt. Já, þau fara frekar hratt að staði í þessu. Þú ert með leikjaleisna, hvað eru komin langt inn í þetta? Þetta er 13. leikur. 13. leikur, já. Já, Það er nokkur hratt. Já, tími akkurat núna. einmitt. Lóku D1. Já, þetta var svona eitt af því sem maður var spenntur að sjá hvernig Símon myndi undirbúa sig fyrir byrjanirnar í þessu. Ég veit að hann er með svona ákveðna nálgun í byrjununum og kannski svona útfæri byrjun út frá andstæðingum oft. Dróning D6, hvað er maður að spá? Virkar við fyrstu sín svolítið klunnalegu leikur á mig. Hvað er drottningin að gera það? Já. Er hann bara að tengja hrókana? Akkur er D6, akkur er ekki D6, ég skal ekki segja. Já. Hann er kannski ekki inn í beinni hættu, það er ekki rittar að mæta kannski Nei. á E4 eða B5. Það sé samt einhvern veginn fyrir sér að drottningin getur Já. orðið smá skotspót hana á D6. Eftir Ok. einhverja leiki, kannski E4, E5 Já. eða eitthvað slíkt. Hrókus í 8, já. Þetta er svona leikur þar sem að, anstækur leikur sem maður hugsaður aðeins bara, þetta er smá skrítið. Einmitt. Áðans kannski átt að sjá því svona nákvæmlega hvernig maður refsaði. Ok, þetta er B4, dróning B neðlulega leikur, Já. það er Ronja B5 núna, þetta er E4, leikur á loftinu. Drottningin Ok. fyrir yfir á B6, já. Kannski var þetta svona einu af hugmyndunum, ég skal ekki segja. Einmitt, verið standa ágætlega þar, stiður kannski við Já. C5 í framtíðinni. Rittar E5, hótar að fara inn á D7. Hóta gaflunum hana, Vignir bregst við því. Já, þetta fyrir bara vel að stað hjá þeim og eins og vorum að tala það var mjög mikilvægt fyrir Símon að byrja vel hérna og Já. það er hætt við því að ef að Vignir kemst af stað og vinnur, segjum, tvær fyrstu skákirnar, að þetta verði mjög erfitt fyrir Símon. Ég ætla að segja að Ritter E4 hýtur á leikurinn að svona stoppa upp í C5. Að þá allavega, ef svartarleikur C5 þá fær hvítur biskopaparið. Einmitt. Þetta svona hlýtur að hangi ykkur, Okay, já, ég myndur leika Ritter D3 núna og herja á C5-réttin. Já, ok, hróku C1, svipa hugmynd. Hann heldur C5 réttni, já. Þetta hlýtur nú að vera örriti betra hvítan. Fyrst að svartur hefur ekki náð að losa alveg um sig. Og Vignir setur upp svip. Það stiður þessa kenningu hjá mér. Já, hann leikur biskup A5. 5. Er hvítur að fara að leika sjálfur B4 að ætla að nega hann inni? Hvað finnst þér? Þú var nú telt þessu Já, það er til. Já, kannski óþarfi bara. Já, kannski svolítið svona bindandi, já, af því við þurfum ekki að stoppa C5. Einmitt. Það loka biskup Já. náttúrulega. Ég var mann alltaf eftir skákinni, Petur Hæni Nílsen í hún Hjartarsson í dildakemna sem að Petur Hæni sett hérna biskup A5 og lék B4. Ég svona lendi ástarsambandi við Katalan svona fljótlega eftir það. Einmitt. Náðu svona einhverju blokkeringu. Já, svörtu stoppaði réttinni. C5 og það var svona skák sem hafði mikil áhrif á, já, mikil áhrif. Ég teldi Katalan lengi vel, svona áður en hún var vinsæl í rauninni. Einmitt. Og nú þarf maður að kunna eitthvað í því sem er helviti strempið fyrir gamla kalla. Já. En ok, biskup D6. Símon er með betri tíma og með fína stöðu myndi ég halda. Já. Þetta er svona samt aðeins betra hvítt en það er engin svona veikleiki, þannig að Einmitt. Vignir svolítið hangir í stöðunni, hann er svona ágætis eiginleiki hjá hann, svona svipa Helgi Ás, bara svona hanga í stöðunni á þess að svona, Já, á þess að veikja sig eða gefa mikið eftir. einmitt. En hvað getur maður að sé hvítan teflu upp á hérna? Svona þekkt kannski Katalan þegar að hvítur er búin að ná tökum á drottningavægnum og Já. fara þá í eitthvað pota á kongsvagnum. Já, H4, H5, þú veist, ef þú veist ekki hvað að gera þá það er aldrei lélegt. Einmitt. B4 kannski, ok, hann spyr kannski, hvað er þessi biskup að gera A5? Okay. E2, Baka kannski eitthvað að sveifla sér yfir, mögulega. já, samt, já. Það er erfitt að þróa stöðuna einhvern veginn. Já.
Þetta svona staða þar sem að flesti mennendur eru komnir á góða reyti og Já, hvað svo. Vignir ok. lagar hrókin til, kannski að hugsa F5, hver veit. Gæli við F5 en gretti sig. Já, F5 myndi náttúrulega reyfa riddari D7 og riddari D7 kemur og drottning B7. Ok. Ég held að, ok, Símon með betri tíma, virkilega áhugavert. Já, Hún getur fara aftur og C5 og bara spurninga, kannski á hann bara þráleika stöðinni. Spurning hvort það vilji meira. getur farið tilbaka og Vignir þá væntalega, Já. ok, hann leikur E4. Ykkur F4, hann er ákveðin. Við fengum svipaðar aðstæður í skák Helga Árs og Vignis og þá tók Helgi og langa tíma í ákveða hvort hann vildi taka þráleikina ekki. Einmitt. Nú sjáum við að Símon sem má ákveðnari. ekki leika E5 af því að það var mát á G2. Ef þessi biskup væri betur valdaður þá var E5 sterkur. Er F4 leikur bara hótum F5 og það er valda á G2, biskupin á D6 Já. á ekki marga reyti. Ok, hann leikur riddari C5 og heldur spenninu í stöðinu og nú hlýtur Símon að vera búin að bæta stöðinu sína aðeins. Hann er komið með biskup að parið. Reyndar þetta D4P sem að Vignir getur. En dronning C4 er ekki góð reytur upp á ýmislegt. Ok, hann skilur peðið eftir, hótar á C7 í staðinn. Já. Nú tíminn orðið naumur hjá báðum. Já, og Vignir er ekki ánæður sko. Nei. Kannski skiljanlega, ef hvítur er að leysa þennan biskup á A5 kannski stendur alltaf upp okkar hótanir en ef hann er að koma svona inn í geimi betur Einmitt. þá held ég að hvítur standi bara mun betur. Drottning B8, hann kemur sér frá biskupnum á G2. Dronning F4 er það eitthvað leikur, líklega ekki er þetta G6, eitthvað slíkt. Fyrir á D3 ætlar það að... Hún langar að herja Herja á á B4P, þau gerir það núna, já. Svartur og ekki riddari C6, þannig að B4 er bara onni. Og Vignir hann eldur... C7 líka. Já. Hann reynir að hanga á peðinu, ég gæti leikja frá okkur B5 verið gráður, hann gerir það. Dronning B3, bara passa biskup C6 eitthvað slíkt. Róni á D4. Það er hún á D4 reyndar, já, ok. En, mér biskupin kemur á C3, getur ekki verið verra hvítt. Þórir Símon, nei ok, Þórir ekki að taka á C7, hann leikur bara biskup C3. Kannski svolítið safe leikur. Kannski þurfum við að vera aðeins ákveðnir, hérna ekki, frá okkur C5, ok. Og C6. Vignir heldur þessu. Hangir á þessu. Biskup B5. Og svo langar mig að koma drottningunni eitthvað yfir. Hann leikur drottning D1, biskup D3. Ég hafa tilfengunni að Vignir verði sterkar á svellinu hérna. Þótt hann sé með verri stöðu. Í tímarækinu? Já. Já. Drepa á D8, nú þarf hann að passa borðið, verður líklega loft út. Já, H4 eða eitthvað slíkt. H3, leikur H4. Drottning E5 inn í myndinni. Drottning D3. Gerir það? Hann leikur þegar þetta hann máta hann! Herðu, við fengum það sem við vildum. Og Vignir hlær. Þeir hlæja báðir. Já, gott að menna að geta haft gaman. Þetta var virkilega mikilvægt. Þetta var frábær skák. Já. Herru, já, bara virkilega vel telt og hérna, gaman að sjá þetta, þetta er það sem við vildum. Og við erum ekki halda með Vigni, við viljum bara hafa spennandi en við. Algjörlega. Og þetta er það sem við þurftum. Þannig nú spurningarnir Vigni bregstu við. Þetta var frábælega gert hjá Símoni. F4, já, þetta er nú einhver... Þetta er eitthvað hliðarabriði. Þetta er eitthvað hliðarabriði. Stoppar F5, þetta er reyndar áhugaður nálguna því að svartur lendir svona... Fær ekki þessu uppstillingu sem hann vill. Einmitt. Þetta er einhvers konar stórfyrir hybrid. Svona einhvers konar hollendingur með skiptu litlum. Já, einmitt. Og við sáum það ef ég fæ að bakka örlítið þegar Vignir lék hérna F4. Ef að Símon hefði leikið riddari C6 þá hefði Vignir kannski verið tilbúin að taka hérna C6 og tefla upp á veiku peðinu. Já, ég er svona Pettersson maður, hann var ofta að tefla svona, taka C6 og tefla upp á reyti og svona hreyfna þessari nálgun. En nú er biskup A6 kannski óþægilegur. Já, riddarinn á B4, hann hefur auðvitað með D3-reitnum, eins og þú segir, biskup A6 í myndinni, virka pínlítið óþægilegt á Vignir núna. Já, veitu hvað gerir hann? Hann, veitu ekki hvað misverfnað bara? Ég veitu, Vignir er eitthvað fann að gretta sig þarna. Erum við að fá einvíi hérna? Hvað er að gerast? Það er hann að leika einhverju svona skrýtnu leika eins og riddari E1. Já, svona fyrsta, eina sem mér hefur dottið í hug so far, en ok, biskup A6, D3 þar hún í A8 sem kannski bjargar okkur taktist. Já, upp á eiga þennan og eftir. Já.
Ég sá nú samt nýlega mjög athyglisverða skák hjá Guðmundi Kjartanssyni á Íslandsmóti skákvéla. Í þessu afbrigði reyndar Já, ekkert ósvipuð staða. Það sem að fornaði skiptamun, hvernig endar svo skák? Guðmundi fekk mjög vanlega stöður reyndar tapaði á endanum en ég meina hann er bara að leika sér skipta mig núna. Hvað er að gerast? Er hann alveg off? Hvað er að gerast hérna? Nei, hann er bara, hann er ekki gýrar inn í þetta, sko. Og nú Það er reyndar D3. nú reynir á, sko. Nú reynir á. Býtu, hann er ekki að tapa skipta mig, hann er að tapa bara... Hann er það bara húsinu. Það verður ekki dróning E2, tekið að B2. Það er bara partí á svörtum. Hvað er... Símon er bara með eitthvað svikamælu hérna. Hann er bara að lendi í einhverjum, sko... Hann er að lendi í einhverju taktísku námskeiði hérna. Þessi kollab á Eitryggja, ég líka. Við sjáum biskupinn á A6, tekur alla skálina, ef drottningin fer á E2, þá tekur rittarinn á B2, hótaði drottningunni aftur og Símon getur endurtekið stöðuna, Vignir fórnar drottningunni, tekur á G7, Símon getur tekið drottninguna, hann getur jafnvel haldið Það getur jafnvel haldið pressunni, sko. Nei, hann tekur drottninguna, það er minn óni, það er óni í F-enum. Tekur bara F-enum. Ég er ekki byrjað að telja, það hlýtur að vera, ég er byrjað að... Já, Við skulum telja þegar allt er búið, ég nenni ekki að telja. það er ómargi menn í uppnámi til að telja núna, en Símon er miklu liði yfir. Svartur setur á 3 menn, 8 af því, Ólafur. Þetta er ótrúlegt og hann gefst upp. 2-0. 2-0 fyrir Símon, maður. Ok, og Vignir tekur á sig heyrnartólinu og nú þarf hann að gíra sig upp. Hann er greinlega ekki með nógu góða uppgýruna tónlist. Vá. Já, þetta kemur heldur betur óvart. Þetta er svona, maður þarf að passa sig að stríða hundar mikið og mikið, sko, af því að hann endar á að býta, sko. Það Vignir þarf að passa sig, sko. Það er rétt. Nú er það komið 2-0 undir, sko, Já, og ef þú gefur hann mikið eftir hérna, þá fer þetta bara erfitt, sko. Jæja, já, nú vonum því að Vignir gerir þessu núna aðeins og hérna. Það fer í þetta, já, svo ég sletti nú double fían kett á aðbreiði þarna sem að ég tengi alltaf við Gumma Kjartans og Hannes Lífa sem teldi þetta mikið með já. ágætis árangri, ef maður rétt. Já, hugmyndin með þessu er að fá upp svona stöðu þar sem eru margir minn inn á borðinu og geta telt upp á ýmislegt án þess að séu kannski einhverjar allt og skýra línur eftir byrjunina. Já, F5. Já, Vignir þekki þetta er svona, já, hann er hrifinn af þessu, þetta náttúrulega er svona meira drottningrindari en það er svona hollensku blæri yfir þessu og hann teldi lengi hollensku vörð þótt að, já, þessi hollenski blendingur sem hann teldi á hann með hvítu, hann gekk nú reyndar ekki vel upp, þannig að ekki mjög vel, nei. Ok, hann allavega fær Símon til að hugsa smá, Símon er kannski komin út úr svona því sem hann þekkir. já, fyrstu 2 skákina, Símon var eiginlega alltaf með betri tíma, Já, meira og minna, en núna er Vignir ákveðin, hann fer oft í það og við höfum séð það í þessum einvíum að menn tapa þá svona verður með svona pirrar ákveðinir og tefla oft mjög hratt mitt. sem getur verið svona tvíekkjað en allavega með betur tíma núna stuttur þessi grænum kollab núna ég hrifin á honum, epla og kíví Mjög góður. Símon leikur hérna á D5, það er svona þema tísku leikur í þessar stöðutípu aðeins að stinga upp í biskupin hér. Og hugmynd Hvíts er náttúrulega hann er með riddarann og C3 vel valdaðan, hann er uppskiptið þar, þá getur Símon dreipið með biskup og svo hrók. Riddarann fer á A6, það er svona þekkt líka, hann getur sveiflað sér hundin á miðborðið. C5. Já, nú líður senna lokum hjá okkur, mögulega bara 4 skákir eftir, líklega fleiri. Við erum með styrtraðila sem hafa stuttuð okkur vel hér. Heldur betur. Lengjan, Síminn, ljósleðarinn og kollab. Já. Það eru margir lítrar að kollab farnir onni okkur hérna í vetur. Kannski ómikið, ég veit það ekki. Já, aldrei ómikið. Ég er svona að reyna að finna hvað er ómikið í einu. Já, mitt. Og hérna. Og draga svo eitt frá. Find the limit and subtract by 1. Sko. Mitt. En er Símon ekki að nota alltaf mikið tíma núna? Jú. Það er hérna. Kannski er vikið að finna svona balansin í þessu núna. Já, ég held að Símon hafi verið vel undirbúin fyrir þetta og búin að kortleggja byrjarna svolítið fyrir þetta einvígi. En nú verðist það að vera komin út í eitthvað sem hann er ekki alveg vanur. Já, svo getur líka verið sko
að þú þarft svolítið að þetta svona eins og þú vinnir fyrirleikinn í Evrópukeppninni sko eða fyrir skákina í World Cup og ferð að reyna að tefla upp í jafntefli eða spila upp í jafntefli. Einmitt. Nú er hann komið 2-0 yfir og er hann þá kannski farin að reyna að verja eitthvað fórust í staðan fyrir bara hamra halda áfram, hamra járnið sko. Einmitt. Ok, riddari C5 og nú er Vignir tilbúin að skipta riddara ef hann þarf. Þetta tekið á C3 og komið hinn á F4. Já. Það leikur B4, já. Þetta fer svona. Og þá kemst skiptir upp, já. Þá kemst hinn riddarinn á ok, nú er Oni á B4. Akkur mætti hann ekki tekur það. Taka það, ég átti að mikið á akkur mætti ekki gera það. Og Vignir virðist vera sáttur við það og fæði sér sopa. Já. Ok, þetta var nú líklega óþarfi hjá Símoni, hann hefur kannski getað bara bakka á B2 drottninguna. Leikur riddari F5, hóttar á D7 og nú fer að draga til tíðinda. Já. Er þetta ekki góður leikur hjá Vigni? Ég held það. Ef að Símon dreif bara C5, kemur bara riddari til C5 og við erum peðið yfir. Já. Býrir ekki neitt nema við megum. Nei, það er mikið að drefa D7 og E6, kemur riddari C5 aftur. Þessi svarti riddari verður eins og kongur á C5, valda D7 og... Já, alveg, algjör kongur sko. Og rækur riddari. En já, vandamáli er hins vegar að drottningi getur ekkert hörfað út af uppnámunu F2. Einmitt. Það valdar en núna getur við til dæmis bara dreipað á D4 og leikið riddari C5. Það sýnist mér. Og svartur stendur mun betur. Einmitt. Hartnær til vinnings. Hann er þá peðið yfir og ekki nóg með það heldur hefur hann mínútu forskot á klukkunni. Já. Sem ætti að skipta töluvörumáli. Þannig að þetta lítur vel út fyrir Vigni og við gætum séð stöðuna 2-1 sem að er enga síður. Enga síður, við hefðum pantað þetta fyrirfram. Já, algjörlega. Og Símon vantar að líka. Já. Riddari C5 átaleikur, myndi maður halda. Já, akkur leikur hann ekki, hvað er hann að hugsa? Er eitthvað taktík í stöðunni? Eigum við, nei, ég er að gæla við eitthvað svona annarkvort taka D7 eða E6 en ég held að það sé bara á hægfara. Já. Vigni vantar ok, hann tekur svo tíma í að vera viss. Til dæmis, riddari C5 tekið á D7, riddari tekur. D3 byrja E6, en þá sýtist mér að riddari kemur bara tilbaka. En hann, já. Fer út í þetta svona, já. Það verður að taka fyrst, losa sig við þessar... En byrju, getur hann tekið á D7 núna og C7? Ná, kann gera það ekki. Það kannski riddari C5 tilbaka, eða hvað? Já, það er rétt. Ok, nú er C6, ok. Nú er Vignir búinn að blokka þetta vel. D7 peðið vel valda að riddaranum. Já, það er ekki hrókur E8 niður okkur í F4 sem er svona leiðinda viking. Sýnist það, já. Leikur D8, það var kort. Já, hefur hann verið smeykur við einhverja skiptamennsfórn og taka síðan á D7? Það má vera, já. Hrókur E8 tekið á C4. Takmarka mótspyrið bara alveg. Já, það er alveg. Og ætla svo að reyna að umkringja þetta D6 beð mögulega. Símon hörvar og valda D6 beðið og það er ekkert virt plan fyrir hvítan og Vignir með góðri tækni ætti að vinna þessa skák. Bara B7, ok, vill kannski halda opnu hérna möguleikum á því að setja á E3-peðið vantarlega. Kongur kemur að F7, D4. Já, bara tekið og hrókur E8. Hrókur E6 að koma, ok. Nú er Oni. Íðun og hægir, hann passi aðeins. Sleppir ekki riddari, nei, hann tekur alveg C6. Hann hóta fráskákum með riddaranum. Ég get það tekið á D6 bara, líka kongur D5 eftir riddara fráskákir. Hrókurinn er valda, núna skiptir allir máli. Kongur D5 og, já, riddari E4 líka góða leikur. Og kongur, já, nei, ok, leikur ekkert á því. Ok, þetta er ennþá bara pett. Já, hann er inn í þess að þá. Vignir hann rauður á klukkunni, þetta er óþarfi hjá Vigni að... Já, hann er svona aðeins að dansa við... En byrju, hann er aðeins að pressa það núna. Ok, D5 valda riddaran. Já. Þess að menn náttúrulega, hann er 2-0 undir sko, það fer aðeins í hausinn sko, menn vera hrædd við að gera mistök og... Hrókur G7, hrókur F7. Já, missa aðeins svona sjálfstæðstið. Tekur að H7, hrókur kemur inn,
Já, nú fellur F. Já, nú fellur eitthvað lið hana. Þetta lítur nú að vera nóg. Og Kóngurinn kemst inn fyrir. Já. Já, nú þetta búið held ég. Kóngurinn orðin hættulegu sóknarmaður hérna. Ok, það hótinn á D5 en... Já, ég get bara skáka sétu. Já, valdar þetta bara, já. Já, og íti peðinu. Ok. Og peð... D2, já, tekur fyrst og það má gefa þetta. Peð óstöðandi. Já, Vignir kemur sér inn í þetta. Staðan 2-1. Símoni Vil, hann byrjaði að miklum krafti. Kom okkur tölvert óvart. Og bara gaman að fá lífi í þetta strax í byrjun. Heldur betur. Já, staðan Vignir Stefánsson 1 vinningur, Símon Þórðarsson 2. Já, og við ætlum að taka örstuð hlið núna og fá skilaboð og koma aftur með fjóluskákina á vörmuspori. Ekki fara langt, kæra áhorfendur. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýpa. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta ferð þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það er svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, velkomin aftur. Þið eru að fylgjast með úrslitaeinvígi Íslandsmót Símans í netskák. Staðan er 2-1, Símon Þórðarson í vil. Hann byrjaði að krafti og áður en við förum í fjórðu skákina, Ingvar, þá ætlaðu að rifja upp nokkuð skemmtilega atvik úr mótinu til þess. Já. Það er búið að vera ýmislegt skemmtilegt sem er átt við stað í vetur og við ætlum að byrja á skemmtilegri klippu af viðbröðum mótsins. Nú, já. Það var dómnefnd sem tók þetta saman og þetta var klippt á honum Tómasi Tandra, minn okkar, sem er búinn að standa sig vel hérna bak við tjöldin. Já, hverju voru í þessari dómnefnd? Já, það verður ekki nefnt, en við skulum kíkjum á þetta. Við skulum sjá viðbröðum mótsins. Það er drókning F3, hvað er að gerast? Hvað er hann að gera? Já, hann kastaði. Já, ok. Já, þetta var svekkjandi. Ingvar. Þetta var svekkjandi, já. Þetta var upptaka úr einvígið þínu gegn Vigni. Þú varst þarna að tefla frá Svartfjallalandi. Já, allt rétt. Já, og Vigni er einhvers staðar líka stattur. Já, leiðilegt að segja það. Þessi sixpensari, hann var eftir í Svartfjallandi. Já, hann fór ekki Reyndar ekki þarna, en útnýtt þessu, en því miður þá. Hann týndist eftir þetta. Þarna, já. Já. Þú hefur átt að til að vera ekkert, þú ert ekkert að fela tilfinningan daginn að þú ert að tefla. Nei, ég reyni það. Já. Það tekst ekki alltaf nógu vel. Einmitt. Við erum með fleiri skemmtilega atvik. Við ætlum að sjá einn af afleikjum mótsins og það er einvígi Símons Þórðarson sem er hérna í úrslitum gegn Bárði Erni Birkisinni. Búin að vera svona sveiflur hjá Símoni, hans skákum. En hérna var hann með Hann fættur í það maður. Nei, Bárður. Bárði sem að leikur þessu drottningu. Hann býttur nú, það er sant. Nei, þetta var Já, svona laði grunn að því að hann komst áfram. Já, hann vann þetta einvígi 4,5, 3,5. Já, hörku einvígi. Akkurat. Herri, svo er það bræðurnir. Já. Björn Þorfinnsson og Bragi Þorfinnsson, þeir mættust og þar var það yngri bróðurinn Bragi sem að vann að miklu öryggi og Björn náði sér einhvern veginn ekki á strik og hefur oft verið betri en í þessu einvígi. Við skulum sjá eitt af atvikunum úr þessu einvígi hjá þeim bræðurum. Hann held pressunni. En þú vonni á H5, ég held að Bjössi sé að fara að vinna þetta sko. Já, ég held að líka á 0,2 sigur eftir á Braga. Já. Gætt skák. Drókning F4. Það mista drókning F4. Já, sæll. Það er bara hrók. Með skák og bara jólinn maður. Já, og með þess að hinrúkur á H5 þetta líka. Og Bjössi líka. Bjössi leikur á sér hróknum bara. Þannig að alveg Já, hann var bara Alveg tómur. Vá. Kallgreið. Kallgreið. Smá svona, hann þarf svolítið, þeir bræður líka. Þeir þurfa svolítið að gýra sig upp í anstæðingur og séu óvinnur og kannski erfitt fyrir þá að tefla í hvern annan. Já, einmitt. Herra, gaman að þessu. Senn líður að ljósleiðara skákinni okkur. Já, fjórða skákin, væntanleg. Staðan 2-1 Símoni vil. Hann byrjaði að krafti og Vignir vann þriðju skákina, þannig að vonandi fyrir hann að hann sé vaknaður. En við hljótum að fara að fá það upp hvað og hverju og... Já, nú er það Vignir með hvítt, ekki satt? Jú, Vignir með hvítt. Og þetta er fjórða skákin, hún er í boði ljósleiðarans sem er einn af styrktaraðilum mótsins. Já, fyrsta skáki sem Vignir teldi með hvítu, hún heppnaðist nú ekkert svakalega vel. Nei, það var þessi afbakaði enskileikur hérna með F4 og Vignir misti algjörlega tökin á stöðunni. Spurning hvort hann breyti eitthvað til, já. Heldur séu byrjaðir, fáum þetta upp. Bökkum aðeins. Vignir hefur farið í Katalan og þessara leikjur þar sem C5 kemur. Já. Og þetta er þekkt A4. Nei, leikur ekki A4, ok. Hann hefur verið með A4 hrókur A3. Þessa manjúringu hérna en sleppi því núna og þetta er staðan eins og er. Símon á leik. Kannski er hún orðin svona útþynnt á íslenskri grundu. Jú, það er líklegt. En fann að þekki þetta. Ég ætlaði að reynda ef ég maður rétt að tefla þetta mútið Símoni, en þetta er mikið þess að leikjaröð. Vignir er búin að koma rittarnum sínu fyrir á C4, það sem hann hefur augað með D6-peðinu og það er nú svona einn af þessum veikleikum í stöðunni hjá svörtum að ef að hvítu næra að hlaða á þetta peð og getur þetta orðið til vandræða fyrir svartan. Símon leikur hann að síðast rittar í G4, hvað er hann að hugsa með þessu? Ég hann ætla bara að tróða þessu rittar á F5 og fá mótvægi við þessu rittar á C4, helst skipta honum upp, myndi ég halda. Og til dæmis biskup F4 og þá leikur hann vantilega bara rittar F5.
Vignir leikur rittari C3. Hérna gæti Símon leikir rittari F5 strax, hann gæti líka reynt svona að koma hann mót rittari A6 kannski, Já, leikur beint við, en ákveður að leika rittari F5 að, já, reyna að skipta upp á þessu sterkar rittara C4. vill Vignir halda þessu rittari inn á borðinu? Vill hann hörfa með rittaran eða? Já, hér kemur til greina að leika rittari A3 og reyna svo að stugga við þessu rittari F5 síðan meir með finni 4. Já, og koma svo aftur tilbaka kannski. Já, akkurat, það er svona þekkt í mörgum af þessu stöðum. Já, En á móti það tekur smá tíma líka og F4 veiki hvíti stöðuna. Svartur er oft svolítið að tefla upp á það að hvíti svona þenni sig og mikið. og talandi tíma, Vignir fer svona aðeins hægar af stað en Símon. Mér komum aftur í þetta mynstur sem við fengum í byrjun einvís. þar sem að Símon var að tefla svona öllur hraðar. Já, Vignir leikarna síðast H3, er hann að taka G4 reytina ryttaranum og... Já, þetta getur verið svona undirbúningur á því að leika F4 og svo koma aftur með ryttarinn á C4 og svo framvegis. Símon gefur sér smá tíma núna til þess að leysa úr þessu. Hann vill ekki lenda á afturfótunum með ryttarann á D7 og D7. Nei, leifa ryttari C4 og nýja D6. Já. Þannig að hann er að meta stöðuna hvernig hann eigi að bregðast við. Kemur til greina að leika F5 og... Já, ok. Hann gerði þetta ryttarinn á F7. Það var svona það sem ég var að hugsa um leið og Já. Símon lék því. Af hverju erum við sáttu við að hafa hann á F7? Já, rittar eru oft góður á F7. Og er ekki líka bara þá veldum við D6 og getum kannski fara að leika B6, biskup A6 og reyna að svona stögga við þessu rittara þannig. Ok, drottning C1 hjá Vigni. Ég teldi lengi vel hérna blessaða Benoni á svart. Bæði venjulega Benoni og check Benoni og ég fannst alltaf þægilegast í rauninni að tefla móti sem þessu afbreyðin biskupuna G2. Alltaf erfiðar þessi kvassar afbreyði eins og tæmanaf afbreyði og fleiri sem var svona ráðast beint á því. Það sem að hvítur eru að þennja sig á miðborðinu strax bara F4 og... Þessum stöðum svona fannst mér ég svona alveg ná svona fótfestu. Ef maður skilur það að þú ert svolítið að berjast við hennan C4-1. Já, það hleypi ekki rittara þangað. Það er kannski svona meira pláss fyrir einhverja manjóringar hjá svörtum í þessu. Já. Hann er ekki svona einhverju move by move vingaður í... Akkurat. Það er mitt. En það var eitt stórmeistari sem að hafði það orðið að rittarar var oft góður á F2 og F7. Veistu hvaða stórmeistari það er? Mér dettur í hug íslensk danski stórmeistarin Henrik Danielsen. Það er árétt svar. Hann tendi mikið F4 og hreyfina rittaranum á F2 og F7. Oft góður þar í Hollandingnum. Valdi oft bakstætt beð á D6 og svona eru lúmskir. Í hröðumskangum má gleyma mér ofta að rittarinn F7 bara valda D6. Já. Hann bara leika af sér. En byrjunu, heyrðu þið, þarna fór peð í hafið. Já, byrjunu við. En? Rittarinn á hann afturkvæmt þarna frá B2. Það er ekkert augljós hvernig hann snýr aftur. Drottning F6 byrjar á því að setja á þennan. Og hér er taktík. Taktísk vending. Drottning E5, ok. Ef að Símon er að... Já, ef hann skýtar inn í rittarinn með D6, þá tökum við F4 og svo E2. Þannig að... Og þá er nú líklegt að rittarinn lifa af. Mögulega verið að lifa af. Ef hann þarf að taka E5, þá tökum við peði rittarinn D2, en hvernig komstu þú þá út? Kannski bara C4? C4 og C3 í hótun, já. Hugsanlega. Hugsanlega, mögulega. Já, þetta er spennandi stað, þeir eru báðir í kringum mínútu klukkunni. Vignir tekur. Tekur á D6? Já. Ok, ég tek á F4 og E2. Eða Vignir er að binda svolítið mikla vonið við þetta D5-peð. Hugsanlega, já. Pressa á A-línni, þetta er nú svona alveg... Þetta er spennandi stað. Það er alveg sínt tromp, en ég á nú bátt með að trúa að svartu sé einhverjum stórkostlega vandræðum hérna. Já, Vignir er allavega eitthvað aðeins að hrista á hausinn hérna. Já. Það er Símon sem að hugsar. Hann er með, fyrirgeðu það er Vignir sem að hugsar núna, hann leikur biskup F3. Kongu G... Byrju, Viggi ekki ánaður. Nei. Þetta er D3 þá rún í F4 til dæmis. Það getur verið eitthvað sem hann á að gera af. C4, það leikur? Það er margir möguleikar hérna fyrir
C4 getur verið leikur af því að hrókur C1 og kemur þessi rittari það er náttúrulega hún D5 Já. Svo er þessi rittari hér einhvern veginn á brauðfótum líka sko. Hrókur D8. Við erum hægir. Já, herðu. Þetta var mögulega vel til fundi hér hjá Símoni. Hann getur tekið á D5. Það var rittari B7 hrókur 8 til D7 og báði rittari Ronny. Og svartu verið sleppa og þetta er orðið nokkuð peð hana. Já. Já, það verðist vera kannski að skasta sem Vignir á núna að fór út í verra hróksanartöfl. Og hann er hann eldriður á klukkunni og farin að hrista hausinn. Já. Ha? Ekki að... Og Símon ískaldur. Sjáum, Símon er súper einbettur. Fer út í þetta svona tekur á A7. Tekur á A7, já. Símon átti ekki vona þessu en ég held að skipti bara ekki máli. Þessi er hérna pikkfastir og er onni á F4. Ok, við getum alltaf skotið inn í hrókar... Nei, hrókar A8 og rittarna okkar reyti. Nei, þetta er mjög klunalegt núna hjá Vigni. Og Viki, hann er svona... Hann er með 4 sekúndur. Hann er bara hlægjandi þessu. Hann er svona... Hann þarf að ná einhverjum betri gír, sko. Já, þetta er ekki... Eru að sjá aftur sama einvið og hann lendi á móti Hannesi? Nei, ég bátt maður trúa því, sko. Ég meina, þetta er svona svo auðvitað svartan. Þetta eru bara 17 peði meður og C4, C3. C4 núna... Er eitthvað svona... Hvað? Lúrir Patrikur einhvers staðar? Mögulega. Ok, Símon er farin að spinna hérna mátneti kring hvíta kóngin hugsanlega. Já. Það bara fettur. Já, ekki orð. 3-1, Símon er vel. Hvað er að sjá í þetta? Púkin í mér vill að það sé ykkur út í bæ sem setti 1.000.000 á viklinn til að græða 50.000 og það er núna algjörlega að missa viti, sko. Einmitt. Það er ekki komin í svona, hvað að segja? Einhverja neyðarbyrjun hérna. Einhverja neyðarbyrjun. Já, þetta er svona... English opening. Ensk vörn. Ekki, English defense afsakið, English opening, alltaf C4. Já, hann sést að skáka hann á B4 og það var haxaðast fyrir hvítan að bara hreyfa kóngin að virka svolítið klunalegt fyrir kannski þá sem er heima að sitja en Símon er algjörlega með það á hreinu. Já, Símon er líklega undirbúin fyrir þetta. Já, Vignir hefur gripið í þetta. Já. Já, gaman að sjá, menn séu svona vel klárir í bátana, sko. Og Símon er að undirbúa einmitt að hróka með höndunum, eins og það er kallað. Svona bank og manúring. Já, og við fyrstu sín verðist þetta bara að vera mjög traust og hvítt. Hann er með gott tök á drottningavegnum, biskupinn stendur nokkuð vel hérna á C2, tekur reyti af þessu rittara hér. Og hvítu getur hugsanlega í framtíðinu reynd að byggja upp einhverja sókn á drottningavegnum hérna með... Já, svona kongsindersk þemu. Já, þarf ég ekki eða tími í B3, hann getur leikið kannski A3 og hróku B1 og B4. Já, að þenn hefur góð tök á A4-reynum sem er svona óvinnulegt. Ok. Leifi Vigni að taka henni rittara og hann myndi þá að taka með kóng sem hann bara stendur ágætlega á F3, getur bara bakkað aftur. Svo bara tilbaka aftur. Ok, Viggi samt núna með betri tíma. Minnum áhörundur á það að þetta er lengra einvíi, þetta er ekki 6 skákir eins og áður, heldur 10 skákir, þannig að það þarf að fara yfir 5 vinninga til að vinna. Símon er ekki komin í vinningsstöðu strax, þá hann sem er 3 vinninga. Nei, byrju, hvað er að gerast hérna? Hann rétt sleppur, hann á drottning G4, hann að segja hann bara tapa. Ég held að hann væri bara að tapa þetta biskup A4. Biskup A4 var bara að leppa drottninguna, hann var eiginlega bara heppinn að, Vignir bara er ekki tengdur ennþá, sko. Sjáum að hristið hausinn. Hann er bara ekki tengdur, sko. Stálheppinn að tapa ekki mannið hana. Sjáum þetta bara aftur hérna, Símon drap á C5, hótar biskup A4 og drottningin fellur. Já, og Vignir bara, hann sá hann leik og hann hristið hausinn. Já. Og svo rétt sá hann, já, ég get tekið aftur fyrst og... Bjarga drottningunni og tekur svo biskupin, en hann er samt í smá klemmu, ef til vill. Það var raun heppin með stöðunni. Nú þarf hann bara að fara afsakja orð bara að drulla sér í gang, sko. Hausinn er ekki komin inn í demi en það. Nei, og það er ekkert mikil tími til þess að vinna sér inn í þetta því að, ég meina Símon með 3 vinninga og fyrstu 4 skákunum, heldur betur. Heldur betur magnað. Ok, drottning G6 hjá Vigni.
Og það var spurning, já, Símon fer í þetta, já. Þarf ég að Vill Vigni skipta upp eða ætlar hann að halda drottningin inn á? spurning, sko. Ég er nátt að máði, hvað ég vil gera hérna? Hann leikir dróning H7, það var svona, ok. Hótar það ef til vill einhverjum hoppum með Já. þessum rittara með biskupinn á D8. Svartur á vantar ekkert betri kjölfæri heldur en að stuttróka bara eða eitthvað. Símon bakkar. Það er aldrei óvenjuleg staða drottningarinn en kannski er Vignir að sjá fyrir sér að reyna að laga mennina til og sækja fram á kongsvagnum með konginn á G2. Heldur þessu svona smá óræðu, það kannski ætti að henda Vigni með betri tíma núna. Þetta er eiginlega gríðarlega mikilvæg skák, sko. Munurinn á 3-2-4-1 er gríðarlegur. Já, heldur betur. Já, Vigni með töluvert betri tíma. Þetta getur verið skákin sem að ég bara ræður öllu, hérna. Reynilega. Held ég. Vigni virðist. Já, Vignir hefur ekki ennþá náð neinu svona almennilegu flæði í taflmennskunni. Nei. Símon er alveg ofur einbeittur og harður á klukkunni. Já, hafa mættu snemma með hérna gott stúdíó og hann drepur á Já, herðu. Athyglisvert. Þeir gamla menn. Já. Hann fæði 2P og svo vantilega 3 í kjölfarið sem að svona tölfræðilega ætti að vera nóg fyrir eitt rittara. Svo koma þessi P þarna, F5 og fleira, en hvítur á nú einhvers konar manúvering á borðið biskup D7 til E6 ef ég fer að leggja F5 sem svona er ágætis haldi í. Hvítur á hvítur eitina. Já. Biskupinn á D8 lúrir, hann svona styður aðeins við pressuna. En ok, segjum að ég næði samt að leika kongur H7 G6 og ég er ekkert mád, sko. Þannig að Svartur getur fara að gæla að leika sjálfur F4 og stríða. Stríðin. Spurning hvort hann stríði með F4 núna. Hann ætlaði að móti losa líka F4-inn fyrir hvítumennina. Jú. En ég held að Svartur hlýtur að þurfa líka F4-ina. Já. Sko, hann getur leikið drottning Ég er nú farið með kongina H7 endar en Já, hann getur leikið drottning G2 og þvinga þá uppskipti. Vill hann það eða? Já, samt drepa með skák. þingari, ég drepa G3 með skák fyrst. Já. Það er rétt. Dugar ekki til. Hann leikur hróku G1. Ok, hvernig ætlar hann svara eftir upp í G3? Já, það er góð spurning að því það er onni í H4. Ég ekki skilja. Og eftir upp í G3 hrókur dreipur, drottningur H4, hrókur H3, hrókur F2 líklega. Já, þá opnast allar. Hann tekur með biskup. Ok. Tekur með biskup. Já, hrókur H3, hrókur F2, það tekið, það móta H5. Aha, hrókur H3, hrókur F2 skák, drottning dreipur og svo hrókur dreipur H5 máta því að biskupinn tekur G8-rætin. Já, hann hrókur H3 og ég get ekki líka G6, þannig H6 máta. Hann líka hrókur G2, ok, þannig að Vignir þarf ekki að ágjöra því. Hann kemur inn með hrókin á F3. Svo kemur hinn hrókurinn. Vignir er nú takið yfir þetta núna, held ég. Sýnist það og Tíminn og frumkvæði. Það má vel vera að tölvurnar haldi þess að hvitt. Ég skal ekkert að segja. Kannski er þetta besta leiðin gegn Símoni að fá upp einhverja óræða stöðu og setja hann undir pressu þannig. Má vera. Símon hefur verið góður í þessum stöðum þar sem hann er í stöðubarðunni. Þetta er 2. Ég er svona að leita einhverju stöðu þar sem að hvítur geta leikið drottning H6. Já. En Svartur virðist að leika svolítið. Drottning H4 er inn í myndinni. Já, drottning H4 vofir yfir. Erfitt að eiga það. Það er erfitt að finna leik núna fyrir Símon. Hann er alveg að falla á tíma. Ég myndi leika hrókur G4, drottning G5. Bara að reyna eitthvað. Voru að leika Símon. Hann leikur hrókur G6. G6, ok, hóldar hrókur H6 í einhverju stöðum. En ég hlýta með að bæði skáka H4 og drepa G-num með skák. Já. Og Vignir hefur svona þokkan tíma til að átt sjá því. Já, hann er að reikna þetta núna strákurinn. Hvor leikurinn er betri? Hann, ok, leikur drottningunni. Og hvað? Hrókur F6. Ok, stoppar. Nú er hann að taka tilbaka. Vittu, var þetta eitthvað alveg? Hvað er mátið? Hrókur G6, já.
Ég er ekki með át. Gott fyrir mát, ég fyrir mát. Mount. Jú, já, Hann ég var fyrir Mount. mát. Vignir, hann kom karatinu sem er búið að vanta í Vigni. Og Ok. þarna var hann hálsbreytt frá því að lenda 4-1 undir. Já. Lock in the position, svo við sleppum að bara tap ekki Já, bara eftir byrjununa, já. eftir byrstum C5. Kannski heppni sem hann þurfti til að koma sér í gang. Nú er hann komið hvítt og nú er hann kóngsendveri. Megasormurinn Símon breytir strategíu. Einmitt. G3 kongsinduri með C5. Og spurning hvað Vignir gerir hér, hvort hann leikir D5 strax, hróki fyrst. Hann tekur á C5. Tekur á C5, já. Biskup F4 kannski. Já, eitthvað svona. Reynir að munna ykkur á teóriu. Já, já. Þetta er eitthvað svona smá klípa á hvítt. Rámar ég að Vignir hann bara telt þetta eitthvað með hvítu í kapskák. Skal ekki þetta að segja. Ok, það er hún í á C5. Ýmsir möguleikar hérna fyrir svartan, það er svona inn í myndin oft í þessum stöðum að fórna þessu peði fyrir skjóta liðskipan. Hann getur náttúrulega leikið líka ritara A6 og valda það þannig. Svona ef maður veit ekki alveg hvað maður að gera þá myndi ég halda að hafa verið leikurinn. Það er ýmsir möguleikar. Getur kannski ekki afritað og leikið biskup E6 sjálfur af því að E7 er onni en E2 hjá hvítum er valdað. Einmitt, já. Það munurinn á stöðunum ég sá að svartur er búinn að hróka en hvítur ekki. Já. Hvítur er með biskup E3 ritara C3 á móti hróka D8 svona örlítið skjótara liðskipan. Já. Og Símon verið ekkert alveg öruggur í þessari stöðu. Nei, hann leikur ritara C6, gefur peðið. Já. Og hugmyndin er þá ofta eftir biskup upp í C5 að leika kannski ritari D7, biskupin fer eitthvað og hoppa þá með ritarinn á stað. Já. Og eitthvað mótspila á skálínunni, löngu skálínunni með biskupinn og spurning hvað Vignir gerir núna, hvort hann þóri að taka peðið eða hvort hann ætli bara að halda áfram að þróa stöðuna. Vignir með einhver svipbriði hann að sjá. Já, nú er spurning, hvort hann taki svona einhvern miða stöðun í innvíðinu. Já. Hvort hann vilji vera bara spakkur í 3-2 og halda, ég ætla að giska myndi kannski ekki taka og bara treysta á að vinna því hann er betur skákmaður. Einmitt. En hann tekur slaginn, tekur á C5, þetta er 2. Sama peðið var í uppnámi og Vignir valda það. Og þá kemur þessi rittari D7 og hvers svo sem biskupin fer þá gefur hann alltaf rittaranum eftir einhver reyti þannig að rittarinn gæti farið á D4 eða B4. Segjum biskup E3 eða A3, er þá inn í myndinni að taka á C3 og herja át á C4 peð? Já, mér finnst alveg komið til greina, já. Að gefa hvítum tvípeð hérna og tefla gegn því. Leika svo hrókar að C8, B6, þetta er A5, tefla sér nokkuð sjálft, en ok, leikur þetta er E5 og ekki hlaupa því að valda þetta peð. Nei, er óþægilegt að leika B3 og opna þessa skálinu hérna. Já. Með rittarinn á C3. Heldur ekki þægilegt að leika til dæmis rittari D5 út af rittari G4, hann leikur biskup D5 sem heldur skálunni lokaðri. En hér má kannski bara drepa og leika rittari B4 ef hann tekur með peði, ef hann tekur með rittara kemur rittari G4. Já, það er alls konar spil í þessu fyrir svartan. Tíminn jafnast út og Vignir er ekkert alveg sáttur hana. Rittari B4 strax, já. Ok. Hóttar að hoppa inn á C2. Og ekki fyrsta skipti sem við sjáum Vignir fyrsta hausinn hér. Já. Að Símon tefla bara svolítið eins og sá sem valdið hefur, sko. Hann er ekkert að... Ekkert hræddur? Nei. Það má alveg eiga það, sko. Hrókur C1 valda C2-reitin en þá vinnur Símon þetta peð tilbaka og mætti segja mér að þessi staða sé það bil í jafnvægi núna. Já, stoppar þetta G4, byrjar á því. Svörstur langar að eiga ykkur að taktíkarna en ég sé það ekki. Hann hörðum rittarann, opna fyrir biskupin. Já, B2 peðróni, B3 leikur. Ok, það komið rittari B4. Ok, bara hrókur að D8, getur ekki hrókað, það er tími rittarann. Já, bara venjulegu leikur. Er það jafnvel mögulega
Ok, A5. Það er betra svartan. Það er náttúrulega með svona smá... Er þetta að bjösa þessu A5 og kannski... Símon var svona, já, býttu við, hvað er að gera hana? Gefur kannski Vigni smá til að tefla upp á núna. Já. Já, A5 mögulega ekki besti leikur á stöðinni. Þannig allt í einu fekk vítur svona smá reytaspil sem maður þurfti á að halda kannski. Ok, Róku B5 kemur auð fyrir gaffalinn. Og fær mögulega tíma núna til að Hann leikur A4. Róku með spilið. En nú er þetta B6, hvernig ætlar hann að svara því? Hann gretti sig. Má hann taka á B3 og A2? Er það nóg eða hvað? Já, spurning. Hann gæti mögulega... Þetta er alveg... Ok, hann har lítið tíma. Þetta er... Já. Svona committal ákvörðun svo við sletti nú ennina fyrirna. Já, en ef hann gerir það ekki... Það gerir þetta ekki, já. Það var hann bara peð undir. Það er spurning hvort hann hefði frekar átt að gera það og reyna að halda bara skipta með undir og þá líklega með öll peð á sama vagnum. Já. Reyna svona að verja forskotið, hitta ekki. Róku D1 Vignir gefur A2 peð út af taktík í borði. Já, hann mátti borði ef hann tekur á D1 og A2. Hann hörvar. Eins og örvar. Vignir með aðeins betri tíma en þá og virðist vera hann á góðri stjórn á stöðunni. Peði yfir. Róku C7 er svona... Næri Vignir. Já, reyndar D-ferendar í þeirri stöðu, þannig að hann leikur hérna Róku C5 sem er kannski bara mun betri leikur. Næri Vignir að jafna þetta. Vignir er nú góður í svona stöðum þar sem hann þarf bara að hafa stjórn á mótspila anstæðingsins. Já, komið með betri tíma líka. Nú er Róni á B7, hann leikur B5, já. Hann er svona grugga þetta eitthvað. Ég finnst manni eins og að sé stutt í að hvítur eigi eitthvað svona taktík hérna. Já. Gætan, nei, ekki svona lóðbeint. Ekki alveg augljóst hvað Vignir á að gera núna. Ef hann tekur á B5 hvað ætlar og hann leikur okkur D7 þá var það uppskipti og Símon valda peðið sitt. Það er kannski ekki hlaupið að því að breyta þessu peði í drottningu en Vignir hefur stjórnað þessu ennþá. Já, hann er peðinu yfir ennþá og riddarinn á C5 valdar þetta peð. Hann valda hana ákveðna riti eins og F-ritin. Og Vignir er rauður á klukkunni. Já, þeir báðir. E4 reynir svona aðeins að þennja sig hana einhvern tíman. Þar hann örgulega leika E4 til að bæta stöðuna. Ekki alveg strax, býta nú við. Er hann að vinna peðið tilbaka? Hótar að taka núna... Já. Hann má passa sér hundar á hróknum á 700 rauðinni. Þannig að hann forðar rittarnum fyrst. Ég meina, ok, ef hann tekur núna þá er Róni á E7. Já. Ekki alveg augljós hvernig Símon ætlar að fara í þetta. Vignir heldur spennunni, þetta er vel gert hjá honum. Og tekur núna? Tekur núna. En þá er hún í H7. Já, þetta er ómikið. Já, hann var hún fljótur af sér og það er erfitt að valda hana. Þessi peð eða hvað? Nær hann einhvern veginn að hanga á þessu. Rókur A6. Passíft en heldur. Já. En manni finnst einhvern veginn eins og... Já, er það ekki. Ég meina... Það sé alltaf koma. Hann hefði jafnvel getað... Það kemur þarna, já. Kóngurinn er svo passífur hérna bakvið. Nei, hann er Róku D2, Nei. Drengur, hann misti af því. Wow! Þetta er Róku D2 maður. Þarna voru þið bara, þetta er svona, vísa Ívan Sokolov, svolítið skemmtilegt, svona mutual consent. Þeir voru bara að tefla niður, þeir vita bara hvítur að vinna. Jesús. Og svartu gleymir átt svo því að hann á sín færi. Það viðbrunni hjá Vignir sögðu allt, sko. Ég á ekki auka tekið orð, sko. Vignir bara hlær, sko. Já. Þetta er sem sagt unnið á hvítan en hann gaf svörtum tækifæri á að vinna hrók fyrir ekki neitt. Ekki ósöpað að Bragi gerði á móti Símoni þegar leik kongur E4 í lokaskanginni. Þannig að Vignir er að sleppa hérna algjörlega með skrekkin. Geta auðvitað nánast 5-1 undir. Allavega 4-2. Ótrúlegt. En er að sleppa í 3-3 og sleppa er rétt orðið. Jú, hann hérna. Hann kláraði þetta. Hann hrókur F8 hérna, hann getur gefið 1 peð. Já, hérna hér. Og kongur á 2 peð vinna frekar léttilega. Og það eina sem það þarf að passa sig á er eitthvað patt-trikk. Hann gerir það 5-lega. Já, hann ákveður, já.
tekur enga sensa. Jafna leikana 6, nei fyrirgjöf í sjöttu skákinni 3-3. Hvað er þetta að segja eftir þetta? Herri, staðan 3-3 og við förum enn og aftur í Stutt auglýsingalið. Kærkomið stutt auglýsingalið. Og fáum við endan á þessu skemmtilega einu. Það verður rosalegt. Ekki fara neitt kæra áhorfendur, förum í örstutt skilaboð og komum svo aftur. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýpa. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta að ferði hálfgerður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Það svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Já, velkomin aftur, kæra áhorfendur. Þeir eru að fylgjast með æsispennandi úrslita-EM Íslandsmeistaratitilinn í netskák. Staðan 3-3. Ótrúlega sviptingar, Ingvar, hingað til. Já, heldur betur. Staðan 3-3 hefði mögulega getur verið 5 í Símoni sem að enginn átt von á. Ég fór hérna í hliðinu og mætti Vigni og fórum bara báðar að hlæja, sko. Orð óþörf, hann búinn að vera, ég sérstaklega þetta moment núna í síðustu skákinni, hrókur dett fyrir að missa því, Já, hann viðurkenndi bara að hann væri búinn að tefna eins og móðhaus. Já, ok. Hann notaði það orð, móðhaus, átti á því. Herðu, við ætlum að rifja upp annað skemmtilegt atvik í keppninni hingað til og
það er Tómas Tandri sem var búinn að klippa fyrir okkur skemmtilegt atvik sem við köllum viðsnúning mótsins. Okay. Og það er Símon Þórðarsson sem kemur þar við sögu. Já, er það ekki alla skákjur á Símon á þessum móti sem eru viðsnúningur? Það er eiginlega þannig. Það eru búin að vera skemmtilegst einvegin. Við skulum fá það á skjáin. Kíkjum á það. Já, þetta er náttúrulega í raun og veru bara töpu stað. Já, fræðilega sé er þessi stað töpu, þannig að hann þarf að fara að vaða á hann. Menn það er ekki svo að hann sé að fara að spila á Drottningarvöng. Nei. Eftir að mist A og BP. En jafnvel þó að Símon sé svolítið bughæður á svipina, þá er hann ekki að fara að gefa snið upp. Það er að fara að koma einhver djöfulgangur hérna. Ég held allan að geta alveg lofað áhrundi því að Jóhann Hjartarson hann er ekkert voðalega stressaður í þessari stöðu, sko. Nei, en við sjáum hérna vesinni er að ef hann ætlar að reyna að hýrða eitthvað P tilbaka, þetta er Hrókur H4 og það eru, það var eins og það sem ég ætla að fara að kompita á, en Hrókur H4 munir sem sagt vinna drottninguna. Hún er strönduð út á kanti. En býða eins, finnst að Jóhann leikur sér ekki strax. Já, sko, ég held að allan Símon geti verið kátur með það svona, fyrst hann slapp að náðan að það er allan að komið aðeins svona meiri óreiða í stöðun. En af hverju draf hann þetta? Af hverju leikar hann ekki drottning E4? Það er onni á D6. Já, það er onni á D6. Herðu, þú veist, þetta er einmitt máli með hraðskák, er að það getur allt gerst. Góðu gestir. Hann hefði til dæmis getað leikið drottning E4 þarna og hótað drottning E6 sem hefði bara verið húsi og það hefði bara verið 3-1. Og þetta er búið að snúast. Sennilega var Jói ekki nógu stressaður hérna í... Nei, þú kommentaði á það var kannski aðeins á slagur, sko. Og núna byrjar að fara í eitthvað svona og hvað er pointið? Ég bara drepa á A3 og ég hóta að skáka á A2 og ég er bara komin í bullandi færi á rittar F3. Já, og rittar F3. Símóni sá glotti, hann finnur þetta vantilega, hann sá þetta. Og biskup F4 og það er drepið. Já. Og það er Arabian Smátt eins og þeir kalla það og það sem að riddarinn og hrókurinn, þetta er bara drepið, hann sér þetta á stundinni og that is game, sko. Og við sjáum að hrókurinn bara H2 hefur verið mátt í næsta. Komst hérna í þessu úrslit. Það var í 8 úrslitum í erfiðri stöðu 2-1 undir, þar sem að þurfti að fá 3,5 til að vinna, þannig að Jóhann hefur komin í 3-1 og eiginlega bara komin áfram. Svona típist fyrir Símon í þessu móti, hvað hann er búin að vera góður í að nýta sjansana sína. Hann lendir kannski stundum í vandræðum en hann er úrræðagóður og hann er baráttumaður. Heldur betur. Og missir ekkert svo glöggt hausinn. Nei, það er bara super fókus allan tíma, sko. En ok, það er 3-3. Wow. Og nú fara töpinn að telja allverulega. Heldur betur. Minnum áhorfendur á það að það þarf að komast yfir 5 vinninga til að vinna einvíið. Staðan 3-3. Við hefum lágmark þrjáskákir viðbót. Já, það er nóg eftir, sko. Og þeir eru að gera sér klára í að hefja skák númer 7. Við allavega fengum það sem við vildum. Við vildum spennu, þannig að við svona heldum með Símon í byrjun og svo var þetta eiginlega orðið. Það gróft að við vorum eiginlega farin að halda með Vigni bara svo að myndi ekki skítapa aftur í úrslitum. Já, við veit. En nú er 3-3, þannig að nú er bara frást að halda með þeim sem við vilja. Við reynum að vera hullusir, eins og við getum. Algjörlega, og það er... Já, 7. skákin. Þetta er komið af stað, sýnist mér. Já, þetta er komið af stað. Símon með hvítt, rittari F3 í fyrsta leik. Já, konum með svona hálfgerðan enska leik og þeir eru með algjörlega samhverfa stöðu. Já. Menninni standa á nákvæmlega sama stað og yfirleitt þar að hvíti sem að brýtur þessa symmetri með það leika D4. Já, ok. Vignir heldur hermikrakuleiknum áfram. Hann heldur þessu áfram. Leikur D5 og Símon drepur og hann heldur áfram að herma. Já. Þetta er nú verið svona góð spurning oft hjá byrjendum. Má herma? Má herma. Það má, eins og maður sjá. Já. Það er nú fræg skák sem að menn nota oft í kennslu hjá Capablanca, það sem hann refsaði anstæðingi sínum fyrir að herma bara sér. Og Vignir er enn að herma að sjá hann drepur hérna á C5. Hvítur stendur þá. Skemmtileg strategi, er hann ekki bara að tefla? Þannig að það tefla upp á stöðu nefni, hann með svart, nýbúinlega jafninda og nú setur hann svona tímapress á hvítan og segir bara ok, ég tefla bara upp á jætteflum svörtu, hvað ætlar að gera? Einmitt. Já, Vignir er kannski að gíra sig upp á nýtt, sko með nýjum fórsöndum, hann náttúrulega lenti 2-0 undir, þurfti að klóra sig inn í þetta, það tókst, með herkjum. Með herkjum, sko. Og nú kannski... Loksins brýtar hann sem enn trina, drókning C7. Já, góðan á C7. Góð C7.
Ok, Hrókur er heima á opna línum, þannig að Hrókur FT8. Já, eðlilega leikir bara núna. Þannig að frekar eðlilegt. Ýmislegt hægt. Það er hægt að leika riddari E4 og stofna til einhverju uppskipta. Já. Það er ýmislegt í boði núna. Það sé ekki það sem sé að stoppa hann frá því að leika þessum eðlilega leik Hrókur D8, að riddari E4 í boði. Já. Þú eigir gáttuna þar. Spurning hvað Símon ætlar að gera við þessa drottningu sína hann á D2, hvort hann ætlar að sveifla henni yfir, hvort hann ætlar að fara á A5 kannski. Já, hann leikur A5 sjálfur. Leikur A5, já. Kannski stoppa drottning A5. A4 og kjölfari A3 er nú aðeins óþægilegt. Er þetta ekki bara... Já, Símon ekki sattur. Mér finnst þetta orðið aðeins þægilegra svartan. Fyrir tveimleikjum að þá voruð með samkvarastöðu þar sem hvítdráttarleik. Einmitt. Þetta er eiginlega svolítið magnað. Já, drottningin kannski grípur svolítið í tómt núna á D2 fyrst að þessi drottning A5 leikur er ekki lengur inn í myndinni. Já, þess að fórmenn að riddara B3 missar að svolítið valdið á E4, sama mótið að svartur er með vald á E4-einum, hefur engar áhyggjur af biskup E5 ykkur slíku eða riddari E5. Nú vofur þessi A4 leikur yfir og manni finnst eins og bílina sé svolítið vikamar hjá hvítum ef að A-hrókurinn til dæmis, já, kannski ekki strax, það er náttúrulega í A5 en við eitthvað tækifæri ef hann fer að B-línuna eins og núna. Nú þarf hann að fara í burtu af D-línu sama Vignis eftir Hókinsen á sömu línu. Biskup C6. Ok, riddari E1, hann er kannski eitthvað að laga þetta til hérna. Já. Stofna til uppskipta á G2, býður upp á þau allavega. Já, biskup C6 var kannski ekki alveg nóg hitt meðleikur held ég. Ég held að Hrókar ATB8 hafi verið nákvæmari leikur, það hlýtur eiginlega að vera. Mitt. Af því að þú tekur til dæmis að G2 þá ertu í raun að eyða leik. Það geta fengið sömu stöðu með Hrókar B8. But ok. Hrókar B8 kemur. Sjáum að svartur er, kom með línuna, getur eftir aðtökum hent Hrókar B4 ef hann þarf. Það kannski, já, ótífambært eins og er. Hvað gerir hvítur? Hann... Símon þarf að leysa smá vandamál hérna núna. Hann leikur, já, ég var ekki spáði hvort þetta var eitthvað leikur svona til að... Ég samt svona... Smá klunulegt. Já, hér myndi menn nota orðið artificial í enskum skákbókum held ég. Já. Það er svona eitthvað... Og svona óþægilega taktik líka sem vofir yfir með Hrókin hér og biskupin á G7. Já. Svona þekkt í svona stöðum. Svona taktísku elementin í stöðinu, þau vinna svolítið með svörtum. Hvítum þarf að passa sig. Og Vignir leikur riddari E4 strax. Ok, eyðir kannski svolítið út ákveðinu trompi strax, en ættir samt að hafa góða stöðu. Hann alltaf skiptir upp á þessum biskupum sem þýðir að Hrókur B4 einhverjum stöðum er fín. Hann leikur líklega bara E6. Hann tekur þetta svona, ok. Bjarga kóngnu líka, þannig að það er engin tromp hérna með drottningun einhver staðar. Vikið svörsturituna aðeins. Ok, nú er Símonsson leik, hann er með verið tíma. Leikur Hrókur D1. Þetta er svolítið óþægilegt að tefla á hvítt meðan Hrókur á A3. Hann var ennþá eftir eitthvað að laga þetta til. Svona. Ég held að hvítur sé ekkert alveg í rónni fyrir en hann næra að laga það, sko. Hrókur B4 núna, af því að riddari C2 og alltaf Hrókur C4. Já, það er ekki rétt. Hann gerir það. Bindur svolítið hvítu mennina. Hann gerir það. Þannig að svartur stendur betur, kannski ekki mikið en menn svart standa betur, svona betur en hvítu mennir. Það er aðeins þægilega að tefla þetta. Já. Það samanskapið er kannski ekkert auðvelt fyrir Vigni að setja pressu af því að drottning er svolítið bundið með að valda til peðið. Þannig að Símon heldur sér núna. Heldur stöðunni. Og hvað gerir Vignir þá? Dætti yfir riddari D6. Til að, hóta áfram C4-peðinu. Upp á að hvítur eigi ekki riddari C2. Já, hvítur er svona tilbúin að gera það. Bindur hvítan við C4-peðið. Já, hann leikur þessu. Gerði það. Og þá fyrir Símon tilbaka. Já, Símon tilbaka. Getur hún samt kannski ekki farið langt, þannig að ennþá blandið við þetta. B6. GT leikir þetta D2, já. Gerði það. Þá er Hrókurinn komin inn á aðra reituröð. Þar eru Hrókar yfirleitt góður.
og Vigni kannski ekki beinlinnis að hóta hennu beinu en hann á ýmsa leikir sem að bæta stöðuna. Þannig að Símon stofnar til uppskipta þarna. Drottning B4 er einn af þessu leikjum til að bæta stöðuna örlítið. Og þetta er orðið svolítið viðkvæmt hjá Símoni núna. Já, leikur riddari E4. Gæti verið að tapa C4-piðinu. Eða hvað? Það var, má hann ekki taka C4. Svo er hún í E2. Svo er hún í E2, já. Hér. Vigni veltar þessu fyrir sér, hann alltaf skáka á E5 fyrir ekki og hún í að B2. Aha. Ok, hann skákar. Já, hann mátti ekki drepa út á hún í E4. Já, einmitt, hann fyrir út þetta svona, hann leifur hann að drepa. Já, en hann sleppur svona með að tapa hróknum. Ok, þannig að Símon endar kannski í... Drottningar endar að bli peðundir. Já, einmitt. Það var það sem ég vildi sagt hafa. Hann skákar bara strax. Býttu nú við, þá kemur þetta eftir, hann ber bara fyrir. Þetta var einhver miskilningur á Símoni. Heldur betur. Hann bara gleymdi þessu. Já. Hann ætlaði að vera sniður og... Skjótaði skákinni hana. Láta Vigni veikja stöðuna sína en nú bara Vigni manni yfir. Já, skiptir bara upp. Þetta er þriðji vinningurinn rauð hjá Vigni eftir erfiða byrjun. Þessi var mikilvægur og nú er spurning hvort það sé að snúast Vigni í vel. Hann er komin í forustu skyndilega 4-3. Yep. Og fær hvítt í næstu skák. Og það er C4, enski leikurinn. Já, nú held ég að þetta sé svolítið að snúast og hérna, af því að nú er nægt stress á Vigni, hann er komin yfir og getur bara telt skákina. Já. Það er ekkert að hugsa ef ég tapa þessari og eitthvað svona. Nei, einmitt. Leiðilegar hugsanir. Þetta afbrigði í enska leiknum hefur svona verið örlítið vinsælt síðustu missurinn. Já, Vignir hefur telt þetta. Biskupinn bakkar hann á D2, við sjáum að hvítur er strax komið betri peðastöðu, svartur er með svona mætti segja örlítið veikt peða á C6, samt ekkert alvarlegt. Hvítur getur skásett biskupinn á G2 eða leikið kannski E4. Þetta er mjög þægilegt fyrir Vigni, sérstaklega í ljósi stöðunar einmiðinu, að hann svona ætti ekki að lendi mikill tapætti í svona stöðu. Já, þetta er svona staða sem að hann er ekki mjög lífuleg fyrir svartan, hann er svona bara aðalega að verjast eitthvað fram eftir. Hvítastaðan frekar þægilega að tefla. Já. Getur til dæmis haft drottningun á C1 og rittarinn á A4 er góðulegi. Hefur þar auga með bæði B2-peðinu og C5 reiknum svona þegar líður á. Já. Eina 5, já, ok. Já, Vigni virðist augljóslega verið orðin aðeins afslappari heldur en að var í byrjun. Já, maður sér það bara algjörlega á honum. Það er ekki þessi taugaveiklaði hlátur sem að hann sýndi hérna. Algjörlega, sko. Hrókur C1 setur pressu á C6-peðið og Símon þarf aðeins að vanda sig hérna. Það er mjög auðvelt fyrir svartan að lenda í bara strategist erfiðri stöðu eftir einhvern riddari C5-leik og ef að svartið þarf að gefa annan biskupinn til dæmis. Hvítur bara með biskupaparið og heilbyrðir í peðastöðu. Riddari C5 strax, þá voru onni á B2, þannig að Vigni er ekkert að flýta sér að spila því trompa út. Nei. Fyrst. Nei, hvítum er óhætt að leika B3 í einhverju stöðum og svo riddari C5. Þetta er samt svona staða sem að, tölvurnar kannski segja þetta sé í lagi á svartan, en svona vanteld staða fyrir svartan. Hann er svona nákvæmur. Algjörlega. Helgi Ólafsson stórmeistari orðaði þetta einhvern veginn þannig að svona stöður eru bara tapaður á svartan. Já. Vildi þá meina að þetta væri svo strategist erfitt að þetta væri of krefjandi fyrir svartan að tapa svona stöðu. Sko. Það er kannski oft það sem að leggja færin í dag í svona undirbúningi að menn séu kannski að velja ykkur stöðu sem tölvunar segja séu í lagi. En svo það kemur á prófdaginn tefla sko þá ráðum við bara ekkert í verkefni þegar það er svo krefjandi stöðunar. Við sjáum það núna að Símon var að leika biskup F5 sem var hótun, drottningin er bara fín á E2. Það eru veik peð á E5. 2 stök peð hjá svörtum. Já. Staðan mjög krefjandi. Þetta kemur á C5 hvít. Þetta er svo mikið auðtefla. Sjáðu þig tíman. Já. Viggi varla búin að hugsa 2.51 og Símon núna
mögulega fara að detta undir mínútu. Já, bara því að það er svo erfitt að finna góða leiki fyrir Já. Þetta er, ég meina... Út er ekki leiki, þú veist, já, hann tekur á C5 þá Hvíti komið pari, minna hrókur, FC, er átaleikur, þetta er allt svona mjög auðvelt fyrir Hvítan. Já, það er málið. Og Vignir mjög Já, aftur hann er algjörlega komin í sitt element hérna. Ég þarf mikið að gerast. Hvernig ætla Vignir að halda áfram með þetta? Já, ekki, ímislegt poti í bóði Drottning Ases geti verið, Hvítrættileik geti verið næsta leikur. Þetta minnir mig á hérna fyrir vetur, þá teldi Vignir mjög flott að skák svona í anda Rúbenstein, þar sem var einmitt að tefla móti svona veikleika drottningavæng, teldi mjög vel. Þetta verið sendt honum mjög vel. Gegn Alexander Domelsuk, Já, líklega alveg korrekt hjá þér. Hann hliður á C5. Hér var hann hóttur að taka D5 út af máti borði, þar sem að Hrókur B7, Petr B7, Hrókur B8 hefði verið máti borði. Sjáum að hér er gott að hafa peða B3, Valdar riddaragaffarinn á A4 og sjáum hvernig staðan verður bara erfiðari hér svörtum. Já. Þetta er eiginlega nákvæmlega það sem þú sagði þér, sko. Já, hann fann ekki alveg bara... Biskup E3, nú biskupi Valdar, drottning A5, næst er óþægilegur. Drottning A5 eða hrókur A5, líklega drottning A5. Já, þetta er mjög erfitt á svartan. Og Vignir þarf einhvern veginn ekki að gera neitt. Nei, sjáum tíman ennþá. Og hann getur alltaf leikið svona leikinn, drottning A5. Svartur þarf að passa sig, eða tíma. Já, þá getur hann farið tilbaka aftur ef hann vill. Hann getur farið tilbaka, hann getur leikið drottning A6, A4, A5. Hann getur farið í potbáð með Já. A4, A5 er inn í myndinni, H4, H5 er inn í myndinni til að þrengja svörstum þar líka. Leikur drottning A5. Þetta er, já. Þetta er gleðisnött á svartan. Algjörlega. Það er jafnt á liði en það er svona... Það er eina góða. Vignir hristir aðeins hausinn, ég veit nú ekki alveg okkur. Ok, E4, E3 er svona eitthvað svona smá lífsmark. Já. Mögulega. Og nú hugsa Vignir allir staðan hafi verið orðin of góð. Var hann orðin eitthvað kærlega? Það væri kær. E3, ok. Eitthvað svona grugga. Hvað gerist það, hann dreipur? Já, ég meina, dreipar hann bara ekki og fyrstu breið þrjú, þetta er eftir breið þrjú, drottning D2, nei, hann er ekki drottning D2. Já, ok, þetta er hvítur peði yfir, en ég held að svartu megi svona ákveðlega, já, hann tekur svona þetta, já, heldur biskupnum. Heldur honum, já, ég mitt. Svo á hann kannski í einhverju tilvíkum 1-4. Já, ef hann hefði þurft að taka með biskup fyrst, þá held ég að svartur hefði svona verið þokkalega sáttur með þá stöðu peð undir miðað við svona hvað staðan var slæm. Já, allavega smá lífsmark. Já, en nei, mér sýnst Vignir hafa bara náð fullu valdi af þessu sprikli og nú til dæmis er mögulega onni að hása sig hann vill. Ég mitt, við sjáum að drottningin og C3 pressar hérna á skálinni. Ég held að mig bara dreipa þetta, já. Hún gerir það. Það er svona eitt af mínum uppáhaldstrikkum. Þessi leppi er að tekja háseks. Já. Ég komst inn í svona landsmót út á þetta trikk og svo fekk ég skák í DFF með þessu trikki. Fallegt. Þannig ég ólíklegt að ég missa þessu. Já, Vignir er núna 2 peð meður með biskopaparið og fullkomna stjórnastöðinni. Það er lítið inn í þessu. Hrókur G5, biskup, hrókur G5 er átaleikur. Já. Hann gerir það, já. Og Símon biskup E5 bundin hann á þessu. Þetta er bara búið núna, fellur á G7 og ok, hann bjarga því í bili en já, svefturreitin er orðin alveg biskup C4 geti komið alveg suttalega laskaðir. Drottning D6, sterkuleikur, Ónía G6, hann svona rétt hangir á einhverju horrem hann. Já. Þannig til með sér, já, ýmislegt í boði. Gæti skáka á E6. Biskup F6 er skemmtilega leikur, svo bara E5 og kresta algjörlega allt lífsmark og svörstum. Þegar riddarinn á B6 getur aldrei farin eitt út af biskup C4. Já, einmitt. Já, svona ýmsa leiðir, ok, hann velur biskup F4, heldur bara svona góður stjórn á þessu. Hrókurinn gæti komið inn á E7. Já, biskup C4, ok, hann glemdi honum reyndar, hann átti biskup C4, kemur með það núna. Og þá held ég að Símon gefi þetta. Já. Þetta er búið. Já, steinbúið, 4. vinningsvagnin hjá Vigni. Já. Enn og aftur eftir bröðsögabyrjun og allt í einu er hann
hálfu vinningi frá Íslandsmeistaratitlinum í netskák í boði Símans, Lengjunar Kollab og ljóslegarans. 5-3 fyrir Vigni, þetta gæti verið síðasta skákin. Og hann fer aftur í drottningarindina sem getur orðið svona tvöfaldur indveri einhvers konar. Símon talar við sjálf á sig. Hvað við gerum núna? Það var nú ekkert eitthvað skelvilegt síðast. Hann fer núna í A3 Petrosson afbreyði. Dronning C2 leikur hér. Biskup G5 hliðarafbreyði. Já, hver telti þetta, Björn? Biskup G5? Já, nei, Petrosson afbreyði. Já, það var til dæmis Garri. Já, Garri nokkuð Kasparov. Sló í gegn með þessu á 9. áratögnum. Mér þykir hann Símon ekki að hafa valið hérna beittustu leiðina. Nei, ef við förum kannski eldsnögt tilbaka fyrst við erum farin að tala um þetta afbreyði í þessari stöðu hér. Þú nefndi drottning C2, fýll leikur. Já, í gamla dag var þetta telt. E3 er það ekki leikur líka? E3, biskup B5 skák og tilbaka á D3 og svo E4 var það sem að Kaspar telti mjög oft. Já. Það sem hvítu fæði svona kraft í miðborðið. Hérna finnst mér bara svo staðan hafi einföldast. Já. Og ég menna svartur, tvær áfna línur, hann með róka báðum, enga veikleika. Þetta bara jafnt tafl, það ekkert að frétta. Þetta í bestafalli jafnt tafl og það hendar Vigni bara mjög vel. Já, hann dugar jafntefli hér til þess að vera Íslandsmeistari, það ekkert öðruvísi. Símon verður að vinna núna. Já. Það nú þannig. Og af því að nú farið að styttast í annan endan á þessu einvíi þá bendum við áhörendum á það að þegar einvíinu líkur þá fáum við sigurvegarann, Íslandsmeistarann í smá spjall til okkar, þannig að við hvetjum áhörendur til þess að staldra við, ekki slökkva á viðtækjunum alveg strax. Já. Þó að einvíi klárist. Róku D1 og þá er það Vigni sem að hugsa Símon með örlítið betri tíma núna og já, þetta er alls ekki búið. Símon er óútreiknanlegur, þannig að hann hefur heldur betur sýnt það hingað til að hann getur komið tilbaka þó að hann sé komið bakið upp við vegg. Já, já. Það væri nú alveg svona skemmtileg vending að fá aðeins meira svona. Já, aðeins meira aðeins. Það væri gaman. Já, Vigni bara bíður rólegur. Já, já, þetta er B5. Svona Oni og ekki Oni og A7 því við hefum alltaf biskup F3. Já, hann leikur biskup A6. A6, já. Maldar þetta svona frá hlið. Hliðarvariantur. Það er bara spurning hvort að Vigni sé að gera sér líklega til að fara að skipta eitthvað upp á hrókum og innfalda stöðuna enn meira. Eða hvort hann ætla að láta bara Símon finna eitthvað plan hérna. Já, það setur alltaf mjög óþægilega pressu á hvítan að hreinlega bara innfalda tablið og segja bara þú verður að gera eitthvað. Já, það er einmitt málið. Þetta er þannig staða að ef að hvítið þarf að vinna þá þarf hann að breyta stöðunni töluvert mikið. Já. Það er erfitt að finna einhverja veikleika í svörtu stöðunni. Nú gæti Vigni skipt upp á biskupum. Gerir það. Og eina sem að Vigni þarf að hafa einhverjar áhugjur af er hugsanlega ef til vill einhver riddari CSS-leikur einhver tíman en það er ekki alveg inn í myndinni. Ekki myndinni eins og er. Eftir að riddarinn fer núna þá gæti Vigni skipt upp á einu par hrókum ef hann vill. Það er nú ekkert að gera það. Nei, dronning E6 er svona óþægilegt. Við verðum að skjóta inn líklega hrókur dröpur D8, dronning C2. Já, valda riddarinn þannig. Og hér er eitthvað svona taktísk. Er eitthvað taktísk glenna í þessu? Já, ég er spátt að sé eitthvað. Vofur yfir, getur hrókur D3 og hann leikur. Hrókur D3 hrókur C5, það var ekki leikur. Ok, G6, þetta er H6. Það er kannski bara svona skynsum stórmeistari ákvörðun að leika þessu bara. Já, já, þetta sleppur alveg fyrir hjá Símoni. Kannski ekkert mikið meira það nú svart að koma með D-línuna, getur eiginlega ekki staðið verð. Nei, og í þessara stöðu. Þessi hér er inn í myndinni, drottning D1, skipt upp á drottningum. Ég vil fara leiðilegur. Skák náttúrulega snýst í grunninn að vera leiðilegur. Ok, drottning D1, kongur F2. Það leikur H5 og gerði eitthvað hann í burtu fyrst. Svo drottning D2 aðtöfum að drottningin á enga sérstakka riti. Nefna kannski, já, ég raun enga rit. Nei, þetta er erfitt. Kannski þarf að leika E4 sem er ljóta leikur svona stöðulega. Bara til að halda peðanum.
Hrókur Hrókur C3 kannski. Tekið á C2, sleppur. Hrókur C3, hann leikur B4. B4. En drottning E1, hrókur D2, má hann það? Drottning E1, hrókur D2 og riddarinn að falla ef til vill. Ok, hann gerir það ekki. Mér líður svona eins og Vignis ég bara í þannig gíra hann ætla bara að tefla þetta af öryggi, hann er ekkit kannski endilega Hérna ruggan einu bottom hérna. Nei, en mér fannst nú drottning Já, mér sýnst þetta nú bara ganga nokkuð fullkomlega upp, sko. Pressan er á Símoni núna, hann leikur drottning C3, hann tekur hann drottning E1 möguleikann alltaf út úr þessu. Var þetta ekki bara algjörlega búið eftir drottning E1? Ég held það. Jú, mér fannst það. Vignir hefði kannski ekki séð þetta að hann hefði verið 3-1 undir. Hann þurfti að vinna. Ég minni pressan núna, ok. Hrókur C3. Já, ég meina, maður hlyti að kjósa svörtu stöðuna með þyrfti að velja. Hann er með virkari hrók og valdar hérna. C7-ritinn. Ég veit, hrókur C7 er ekki inn í myndinni. Að því sögðu, hann har ekki hlaupaði að bæta stöðuna. Nei. En hann þarf heldur ekki að gera það. Hann nefnilega þarf ekki að gera það. Ok, riddar C4. C4 riddar. Var hann eitthvað aðeins að missa tökin? Eða hrókur D1 skák og F6. Já. Eða kongur F6. Símon er inn í þessu ennþá. En það er ansið erfitt að vinna þetta. Já. Það er í hrættur Ok, það er ekkert annað að gera, bara tefla á. Já, hann verður bara að leika leikjum og tefla upp á tíman. Þetta er erfitt. Ok, riddar C4 aftur og gangi þessi leikið. Ég hvað að segja, riddar C4, hrókur D1, kongur G3, bara leika einhverju leikjum, ég veit það ekki. On with the show. On with the show. Ætti hann að reyna að leika G3, E4, riddar E3, D5, eitthvað slíkt. Já, það er svona. Það var kongin að H3. Það er svona vísir að einhverju plani. Já, ég meina. Nothing to lose, hann leikur E4 strax. Jú, hann getur alltaf svara riddar F4 með G3. Ok, kemur riddarinn á E3. Já, ég hef nú byrjað á G3. Leppar þetta peð. Og riddarinn fastur. Byrjað þetta öfugt, en ok. Sjáum að kongur G má ekki út að riddari E2 skák. Ég byrjað á. Já, nú Símon er rauður, það er kannski það sem Vignir var að tefla upp á, að halda þessu gangandi og koma hann í C skák, ok, riddari D5, en hann getur drepið og tekið á A3, eða hvað? Hann getur tekið á A3, hann þarf ekki að taka á D5 og leiða hrókudröpir A7. Nú Símon með frípeð, en það fer nú ekki langt. Nei. Kongur E6, á peðinu, eftir hrókudröpir A7 þá er sniðugur leikur og nú er þetta bara steindautt. Kongur D6 og svarturinn betra eitthvað þar sem kongurinn að sér honum virkur. Já, og svartur peði yfir. Já, herru, það fór líka alveg fram hjá mér að hann er peði yfir maðurinn. Já. Það hjálpar töluvert. Hann tapar peðinu alltaf hann leikur út af D5. Já, kongurinn og greiðan aðgang á drottningavagnum. Já. Og Vignir virðist vera að já, hann er komið með já, segjum sér, hann má gefa F5 peð og taka bara B4 og hann er komið með aðra valda beisinn og á byggarinn núna, sko. Hann getur verið leiðilegur og ekki hrókur C6 E6, sko. Já, hann getur ekki það. Hann má vera leiðilegur. Símon má ekki taka jafnteflinu hérna, hann verður að vinna þetta. En ég meina, Vignir lítur nú að vilja vinna þetta. Já, hann er komið bak við E-peði og þetta var nú sniðugt hjá hann. Nú hóttar hann bara íta E-peði nú ef að hrókurinn fyrir að sílinn, þá tekur hann B-peði. Svona öklega eira. Nú kemur E-peði. Þetta styttast í uppgjöf. Ok, hrókur C6 er þarna en hann færi þá með já, þess að leik kongur D4 geta leikið kongur D5. Já, sann þá hrókur C6 þá myndi hann bara bakka með kongin. Já. Og það kemur það. Já, allt í ennum kannski er ekkert eitthvað augljós. Nei, planið er ekkert augljós. Ég vil nú að hrósa Símon hérna fyrir ágæta þessi varna tilburði. Já, það er alveg verst að jafntefli gerir ekki neitt fyrir hann. Nei. Það var náttúrulega góðsögnarkennt ef að Símoni tækist að koma Vigni í tímavandræði og vinna hann. Það svona virkar ín í sensin að Vigni gleymi sér hérna. Já, en mér finnst Vigni vera tilbúin að endurtaka stöðuna og já. Þá er það jafntefli
sem að innsigla sigurinn fyrir Vigni Vatnar Stefánsson sem Íslandsmeistari í netskák og óskum honum til hamingju með það. Kæra áhorfendur, við ætlum að fá Vigni til okkar eftir örskamma stund og afhendunum velunin. Biðum ykkur að staldra við, fáum örstuttar auglýsingar fyrst og komum aftur að Vörmuspori. Við tengjumst gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýpa. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta að ferði hálfgetur rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Ég svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna.
Já, komið þið sælir aftur kæra áhorfendur og velkomin að skjánum. Við erum konum með Íslandsmeistaran í netskák til okkar, Vignir Vatnar Stefánsson, innilega til hamingju. Þakka þér fyrir. Það er ótt að segja, Vignir, að þetta hefur verið sviftingasamt einvígi í kvöld. Já, ég kom hérna og ég bjóst ekki við að vera 2-0 undir og hvað þá að tapa í 18 leikjum með hvítu. Nú fannst mér eitthvað, hvað það var, en hérna... Já, hvað klikkaði þar? Já, eftir magna bara, ég veit ekki, allt í bara biskup Asins og ég bara, já, herru, ég er bara að fara að gefa. Já, já, við vorum orðlausir svona. Já, ég bjóst því að ég með einlega bara svona heyrði Ingvar bara svona, hvað er að gerast? En þetta hafði stendunum að líka, náttúrulega þetta moment þarna í leikamur, Hrókut 2 og hann fyrir 4-2 yfir. Já. Og þetta Já, það er stort, sko. Já, þetta var fyrir... Ekki verið eitthvað vannmandaferðinni? Já. Eitthvað værukær? Eitthvað værukær. Ég er ekkert búin að vera að tefla á netinu eða neitt svoleiðis, þannig að ég er svona eitthvað meginn mæti mig kaldur í þetta. Já, en Símon virtist mæta bara mjög fókusar í þetta einvígi. Símon er bara, hann er að sýna sjálf sig sérstaklega á netinu hvað hann er grjótharður, sko. Grjótharður. Mér komið yfir 27 þar. Einmitt. Þannig að já, hann bara, þú veist hvað hann stóð í mér, bara, já, á tíma var ég bara skítrættur og ég var ekki svona að fara að vinna þetta, sko. En maður sá það þegar hún hafði að jafna í 3-3 og svo komast yfir í 4-3 og var eins og róaðist aðeins. Já, ég líka róaði bara tapmennskunni, ég vildi bara tefla ógeðislega leiðilega, ég ætlaði að drepa ykkur öll á leiðundum. Ég fekk sérstaklega kortun eftir síðuskákina frá mönnum hérna, þetta hefur verið mjög tjúðalli leiðileg skák. Já, ég reyndi ekki, ég ætlaði ekki að reyna neitt, ég ætlaði bara að seglissu, bara rólu, sko. Skynsamlega gert hjá þér. Já. Vignir, þú ert Íslandsmeistari í netskák og þú hlýtur glæsilegan velunabikar sem við afhenduð innan skams, 200.000 krónur þar að auki. Já. Sem þú færð. Segðu okkur aðeins hvað er á dagskránni hjá þér á næstunni? Já, næst á dagskrá er heimsmeistaramótið í Katar sem verður ógeðslega spennandi. Það er heimsmeistaramótið í at- og hraðskák og ég ætla að taka vin minn með sem ætlar að búa til myndbönd og eitthvað stemningsmyndbönd frá þessu og sína frá hvernig þetta er þarna. Þetta er virkilega skemmtilegt mót, fyrsta skipt sem ég fer, þannig að það er svona næst á dagskrá en síðan alltaf bara maður alltaf að búa ykkur að ferðartösku, maður er alltaf að tefna ykkur þar. Já, skáklífið bara. Skáklífið, þetta er samt lífið, sko. Já. Hvenær er þetta mót sem þú ert að fara á? Þetta er milli jól og nýjárs, þetta er 25. desember þetta. Já, þannig að þú eyðir í jólum og áramótum hérna í Katar. Já, það er smá bömmur en maður tekur þetta á sig. Já, skemmtilegt mót. Þannig eru sterkustu skákmenn heims að tefla bæði með atskák og hraðskák fyrirkomulagi. Já. Karls er með, fær að vera í gallabuxum, skilst mér. Þannig að Þú mæti bara flottur og verður mertur eða ekki? Jú, ég mæti, ég verð jakkafötaður upp ykkur einu stumferð. Lýstjóla það. Frábært. Verðskuldaði sigurvegari Íslandsmótsins í netskák og við ætlum að fá forseta skáksambandsins aðeins á svið til þess að afhenda Vigni sigurvelunin. Bjóðum Jóhannu Björgu Jónsdóttur, forseta skáksambandsins, velkomna. Gjörðu svo vel, Jóhanna. Það er ekki að taka þetta að mér hér eða eitthvað? Jú, þú þarfst ekki að segja meira. Nei, það er nokkuð. Bara Jóhann ætla bara að afhenda þessi velun, bara til að hafa ekki með titilinn. Íslandsmeistari 2025 í netskák, Vignir Vatnar Stefánsson. Frábært. Áður en við ljúkum þessu kæra áhorfendur þá viljum við þakka sjálfsögðu styrktaraðilum okkar í vetur. Það er Ljósleiðarinn-lengjan, Síminn og sjálfsögðu Kollab sem studdu þessa útsendingu. Raf Íþróttasambandið og Skáksamband Íslands fá auðvitað þakkir fyrir mótstjórn og Símon Ingi, tæknistjórn okkar sjálfsögðu fyrir frábær vinnubröð bak við tjöldin. Stóð sér frábærlega. Heldur betur. Við Ingvar Þór þökkum fyrir okkur og bendum á að mótaröð Rísi og SI hefst aftur í janúar með svipuðu sniði. Það verður kynnt síðar. Þangað til þökkum við fyrir okkur og sjáumst eftir áramót. Verið þið sæl. Takk fyrir.